sig hérna. Blessaður. Þessi verður mér ekki ná að éta þess? Jó, ég er búinn að fá eitt sko. Ég er búinn að redda einu. Settu svona liðin að borða þetta. Hvað er Matthías? Matthías ekki með? Ég sé að hann er ekki hérna á KKÍ staðinu. Var ekki að fá upplýsingar þetta? Matthías er ekki með? Matthías er ekki með? Hvað það? Hann er með streppakokk. Ok. Hvað á að gera? Heyri ég í þér eða? Já, þú heyrir mér, bara hefur tölum. Ekki. Það ekki. Bara að drekka. Já, já.
Ja, góða kvöldið, velkomin til leiks. Það eru Haukar og IR sem mætast hérna í kvöld og hérna uppi sitjum við Davíð Ásgrímsson og Brynjar. Við erum alltaf að lýsa leiknum í kvöld. Komið sæl kæra áhorfendur, ég heiti Brynjar Þór Þorsteinsson. Heiður að því að vera hérna með þetta minn. Takk fyrir sömuleiðis. Kannski stóru tíðindi svona í upphafi leiks er það að hjá IR vantar Matthías. Hann er veikur, liggur heima í flensu, streptakóka sögðu þeir ekki. Það er rétt. Þannig að það er stórt skarð sem að vantar hjá þeim og þar að ofan að þá vantar þá líka náttúrulega senterinn sem að fekk höfuðhöggið mikla og hann hefur setið úti núna í byrjun árs. Haukarnir ekki vakandi í vörninni. Þannig að þeir eru undir mannaðir í einhvern svona í upphafi leiks. Sjáum við til hvernig þeir höndla það. Já, má segja að ég er í þessu svolítið vængbrotnir fyrir leikinn. Missa Matta og þeirra besti maður. Já. Á meðan Sean missir sniðskott. Auðvelt sniðskott sem hann á að klára. Sjáum hvernig þetta spilast. Íringarnir, allt reyndur, mjög reyndur og klárar þetta vel. Góð hreyfingin í teg. Já, tekur unga haukamanninn og pakkar hún saman. Sterkt fyrir íringarnir kannski að byrja á körfu. Þeirra grimmir í byrjun, sína þeir sakna ekki sinna mann of mikið. Já, þeir eru að spila góða maður og mannvörðina í byrjun leiks. Góða hjálpavörð. Léleg sending. Haukarnir ekki nógu aggressífir. Vonum að svona hlutir náttúrulega geta haft öfug áhrif á lið. Menn mæta kannski ekki tilbúin til leiks eins og þegar þeir sjá að bestu mennir eru meiddir og írinni byrja bara sterkt. 5-0. Vilhjálmur sem settir inn yfir þrist. Írinni er með fínasta lið, gamli haukamaðurinn Kristinn Marinósson fær sína fyrstu villu og fyrstu villinu leiknum. Hann hefur uppalinn og fættur og uppalinn í Haukum. Sjáum hvernig hann gengur á móti sínum gömlu félögum. Emil finnur, nei. Þeir eru mjög aggressífir í vörninni. Þeir hjálpa vel og loka mikið á sendingarna sérstaklega í teginn. Haukarnir hafa verið að reyna þetta mikið, verið að finna Kristján og Finn. Þeir eru koma, þarna kemur Finnur og klára, Finnur Kristján. Nei, ekki hann í. Emil hreinsar þetta upp fyrir okkur. Fyrstu stíg haukamanna. Mjög góð sókn frá sér Emil. Sýndi góða baráttu og frábær staðsetning og tímasetningin í lagi. Fín sókn. Finnur Kristján að undir körfunni sem hann klárar að setja í leiknum. Nei, allt og auðvelt maður. Þarna slöppu haukarnir vel. Enginn varnar svona að vilja... Nei, hann átt að klára þetta. Davíð. Hann er þarna, nei. Ég held að Ísak var að dæma sóknarvöldan, hann bent út á völlin. Hvað, þetta er þriðja leið upp í leiknum sem bara auðveldlega er að klikka á. Auðveldlega sem menn er að klikka á. En við sjáum að haukarnir illa vakandi í vörninni til að byrja með. Menn eru ekki alveg með varnarhreyfingarnar á hreinu. Nei, það er rétt. Sérvad, hann er mjög sterkur þarna. Alveg sérstaklega góður að keyra upp á körfu. Frábært fær hann að 2 menn í sig og er að finna auðamanninn í körfunni sem að þessu sinni var Finnur. Þetta er náttúrulega það sem hann er sterkastur í. Hann er alveg óbúslega lunginn að koma sér upp á körfunni. Alti, við erum með aftur 3 stiga. Hittir ekki. Sterkt frákast hjá Kristjáni. Kristinn Marinósson sem fá sína aðra villu og hann er vantilega sérst á bekkin núna. Sýnist það. Þeir kalla á herra IR. Kemur inn á. Það er Sveinbjörn Klassen sem kemur inn á. Kristinn kom með 2 villur. Hauka áhorfendur syngja fallega til hans. Þeir munu eftir hún sínu fyrra, ábyggilega saknast mikið. Sérhótt með frábæra keislun í teginn og leggur þetta snirtilegi spjaldið honi, mann í sér. Þetta er bara virkilega vel gert í honum. Þetta er það sem hann mun gera í þessum leik. Hann er ekki kannski mikil þriggjastaskíta en alveg óbóðslega fljótur og góða boltameðferð. Hvað myndu segja að hans helsti styrkleiki væri í Davíð? Það er þarna bara, eins og núna, keyra völlin. Það kannski fá villið þarna. Keyra völlin, keyra körfu er alveg augljóslega hans sterkasta hlið sko. Hann er með auga náttúrulega fyrir leiknum og finnur menna vel. Eins og hann gerði fyrir Finn áðan. Já. Og það sýnir kannski, hann var náttúrulega ekki kannski í sterkasta liðinni fyrra en þeir fóru í í 9. sæti Snæfellingarnir með hann innanborðs og hann setja 29 stiga meðal þeirra leik.
Já, og stigasti leikmaðurinn í deildinni fyrra. Já. Það segir sitt. Þarna klárar þetta. Haukarnir að leita mikið hann í byrjun og hann að skila þessu. Það náttúrulega mikilvægt fyrir Haukarna að fá hann í gang strax. Já. Þá fer mikil athygli hjá íringunum á þá. En hann ekki spila góða vörn allavega. Nei, þetta var frábært backdoor cut þarna hjá Hákoni. Unga manninum, númer 1. Honum Hákoni. Ég veit, eins og ég sagði, Haukarnir ekki alveg svona... Þeir á hælunum svolítið vörðinni. Algjörlega. Ég er að nýta sér það. Ef þeir ætla að vinna annan leik þá verður þeir að spila vörn. Það er ekki nóg að gefa boltan á Sherrod og hann klárir málið. Sjáum hvað Hákon gerir í vítinu. Klárar þetta. Ungur, efnilegur strákur. Framtíða bakvörður fyrir allavega IR. Sjáum til hversu langt það kemst. Haukur Óskarsson. Klárar þetta. Vel gert. Skildi þetta að vera leikurinn hans í kvöld. Hann á svona ójafna leiki stundum. Og það nú boðar yfirleitt gott eða hann byrjar á að hitta. En það er kannski, við sjáum kannski vandamál líka skref á Sveinbjörn. Vandamál Haukarna hefur kannski líka legið svolítið í því í vetur að þetta er held ég 4. leikurinn sem að ég horfi á með þeim. Og þeir hafa aldrei verið með saman byrjunlið. Þannig að Ívar virðist vera svona að leita eftir réttu blöndunni. Þetta villa. Sér að heldur boltanum. Það er mjög alveg hárétt hjá þér, Davíð. Ég held að hann sé ennþá að leita réttu blöndinni. Það er þeir eiga mikið inni. Og já, algjörlega. Þarna kemur einn nýr leikmaður núna í vetur sem var frá allan síðasta vetur, Kristján Sverrisson. Komið rosalega sterkur inn í vetur. Maður bjóst ekki við svona miklu á honum, sérstaklega sóknarlega. Hann hefur verið að spila alveg sérstaklega vel fyrir okkur. Já, það er hann sem hefur stíð upp í sókninni á meðan drengir eins og Davíð, nei fyrirgeðu eins og Emil og Hjálmar og Haukur. Það hefur kannski þeir hafa týnt svolítið. Já, það hitt ekki. Þannig er líka sterkar því að hann sækir í öll frákast. Hann er mikill og góður frákastari. Emil stelur boltanum. Þetta var frábæra vörður á Emil. Sveinbjörn reyna fiskarauning, ekki dæmt. Vel gert hjá Emil. Frábær sniðskot hjá Hauk eftir mjög góða sendingu og upplöp hjá honum Emil Barja. Það var vel gert. Emil horfði allan tíman á Sherrod en hent honum síðan inn á Hauk sem var galopinn. Var þetta svo kallar no-look pass? Þetta var svo kallar no-look pass. Já, við erum með þetta á hreinu, Davíð. Það er ekkert gleymst. Nei. Það er ekki eins og við sem að lýsa hérna einhverju splitt, donk og gengju hér. Það er alveg körfuboltaleikur í gangi. Haukar IR og Haukar að leita eftir sínum öðrum sigri og IR-ingar að leita eftir sínum 3. Það er stutt á milli þessara liða og Haukarnir geta náttúrulega jafnað IR-ingar stiðum með sigri hér í kvöld. En með tapi þá eru þeir svolítið svona einir á botninum Haukarnir. Já, með Snæfellingum sem eru náttúrulega sigurlausir og tapa allir svona leikjum og það frekar illa og ég held að það sé leiðilegt að vera að spá einhverjum liðum falli en með þessu áframhaldi þá er rauninni bara ein leið og það er niður. Já, við sjáum það að bæði Þór Akureyri og Skallagrímur önnur lið sem hafa verið spáð í kannski neðri hlutanum. Þau eru strax komið 4 stig og við verðum ábyggilega að berjast þarna við lið eins og IR líka með að komast í úrslitakeppnina og berjast gott sæti í úrslitakeppnina. Ég held að það sé ekkert lið sem að vill lenda í 8. sætinu og fá síðan KR í fyrstu umferð sko. Nei, það er ekki ákjóð. Vel gert hjá Emil Barja, finnur Kristján. Kemur. En góð barátta í báðum liðum. Já, þetta var svona mistök í sókninni en þeir eru að spila góða vörn. Þeir eru að spila betri vörn núna Haukarnir. Þeir eru með barátta í frákastunum. Emil með frábært frákast og hann fyrir bara beint upp völlinu sjálfsögðu. Setur boltan í leik á Hauk, inn á Sherrod. Erfitt að stoppa Sherrod hann inn á blokkinni, hann er strax komið með 2 leið og hann hver inn. Snýsi við. Hittir ekki. Gott frákast í halda. Komaðir, Vilhjálmur. Hann er góður á blokkinni, ég hef síðan nokkur sinnum þar. Hann er lunkinn. Flott vörn í Haukum. Hjalti lúmskur. Nei. Enn eitt sniðskoti sem að klikka um mönnum. Enn eitt sniðskoti. Það eru komin hérna, þetta er allavega 4. ef ekki 5. sniðskoti sem þeir klikka á. Og það er ein tróðsla. Emil Barja þryggjast hittir ekki Haukur. Sækir í það. Ég veit allan hvað Ingvar Jóns hefur sagt okkur í þessu sniðskoti. Seta hann í spjaldi. Seta hann í spjaldi, það er bara þannig. Þristur.
Matthew með þristinn, fyrstu stígin hans í leiknum. Bandaríkjamaður frá IR. Já, hjá IR. Þannig við hvað þurrka. Sigmundur kallar á moppin. Það var að moppa gólfið. Hún var að leita af leitinni, þetta getur stundum verið vandfundið. Og það ný skórklukka. Já, sóknum var alltaf byrjuð. Sjáum hvað Haukarnir gera núna. Sterkt að fá körfununa. Ég ekki búinn að setja núna þristinn í okkur, þannig að fínt að slökkva strax í þeim með góðri körfu. Sjáum það eru búnar 7 mínútur af, 6,5 mínútur af fyrsta leiklunda og Haukarnir ekki ennþá búin að skipta. Þeir eru að keyra á sínum eigin mannskap. Kristján klárar. Með frábæra. Hann alveg svakalega sterkur. Frábær hreyfing hjá honum. Til fyrirmyndar að hafa séðan svona þroskast yfir síðustu árum að nýta þessi meiðsli sem hann er búinn að vera í það að fara í liftingasalinn og pumpa vel. Já, hann er búinn að stækka svolítið síðan í fyrra. Já, mjög vel. Og maður sá það í þessu layupi, þeir lentu 2 á honum, hann var allan tíma með það. Klárar 3 stiga. Þeir köstuðust bara á honum, hann lagði þetta snyrtilegi spjaldið honni. En hvað var þetta? Þetta var bara þetta einfalda vagg og velta, pick and roll og það er bara það sem er að virka. Virka vel. Kristján er að setja sín sem er góð skrín fyrir boltamanni sem að það opnaði vel teginn fyrir hans sjálfana því hann er búinn að loka það úti. Nákvæmlega, hann er stór og sterkur, setur góð skrín. Óopinn. Hann brotið á Vilhjálmi. Kristján svona hljóp ávart inn í, hann sá hann ekki. Kristján er kominn hérna með 6 stig. Haukur er með 5, Sérhótt með 4. Þetta eru stigastu mennir í Haukum. Hjá IR er Hákon með 1 þrist. Og Hunter er með 3 stig. 3 stig, 1 þrist líka og Vilhjálm er með þrist líka. Þetta er allt þristar og Vilhjálm er á vítalínunni. Og hann setur honni þá hann komið 4 stig. Haukarnir gerðu skiptingu. Emil Barri að koma á bekkinn og Hjálmar kemur inn. Nú er gaman að sjá núna hvort að Haukarnir halda sig við það. Hjálmar hefur verið að stjórna þegar að Emil fer á bekkinn. Akkurat. Sjá hvort þeir láta Sérhótt stjórna algjörlega. Já, Hjálmar lenti í smá vandræðum móti Sigtryggi hérna þegar Emil var meiddur. Já. Í Borgarnesi. Það er að segja að var leikur á móti Skallagrim hérna í Haukahúsinu. Og hann lenti í vandræðum. Svolítið á móti þeim en Haukarnir kláruðu leikinn á síður. Það var svona fyrsta skiptið því að Hjálmar hefur í raun og veru alist upp alla yngri flokkana hjá Haukum með mjög góða bakverði með sér. Já. Og það var svona í raun og veru fyrsta skiptið held ég bara á hans ævi sem hann þurfti að stjórna leik. Já. Og gerði það bara, hann hefur alla tíð haft á flott víti hjá Finn, haft bæði Kára og Arnór Bjarka sem nú er meiddur í Haukunum. Já, Arnór Bjarki kom hann mjög skemmtilega inn á móti mitt Skallagrim og stóð sér bara mjög vel sko. og leysti leikstjórnarhlutverkið vel mínum mati. Já. Þannig að það er björt framtíðin líka að við erum að spila á 2:96 strákum. Algjörlega. Kristján. Hjálmar er alltaf alveg sérstaklega góður varnarmaður. Kristur. Þetta getur hann. Hann er delli þarna. Matthew Hunter er með gott skotuna fyrir utan. Og við erum flott að sjá hvernig Sérhótt hann er ekki búinn að gefa boltan mikið í þessum leik. Fram að þessu. Sjáum hvað hann breytist í ánum svolítið þegar hann færi sig úr svona skotbakverðinum yfir í leikstjórnundan, hvort hann stjórni þessu eða reynir mikið sjálfur. Einmitt. Hanna upp að körfu. Flott vörn hjá Vilhjálmi. Jæja. Þetta er svo kvöldlega út úr húsinu. Haukur bendur hann á það að hann hafi verið galopinn í hodninu. Já, enda líka alltaf að gera það. Já. En eiga að sjá þegar að kemur svona áberandi hjálpa vörn og eiga menn að finna lausamanninn. Skipting hjá Auðvitað segja þetta hérna upp í stúku, en svona er þetta bara. Trausti kemur inn á fyrir Hjalta. Borgnesingurinn knái. Sjáum hvað Haukarnir gera. Baráttu hundur og mikill frákastari. Já, varnarmaður. Góður varnarmaður. En Haukarnir eru hérna með 60 að fá skot og Nú er það 5-6 sekúndur eftir á skotklíkunni. Sjáum hvað Haukarnir gera. Eru þið með það á hreinu? Já, Kristján alveg með það á hreinu. Finnur Hauk.
Haukarnir er ekki að klára þetta. Svolítið þröngt en það var lítið tími til aðtapna, þannig að þetta var ágæðis tilraun einhvað síður. Flott spil hjá IR. Og boltarhreyfing. Fín vörn í Haugum, en boltarhreyfingin mjög góð. Kristján, gott frákast. En eitt frákast hjá Kristjáni, staðsetur sig vel, er að stíga manninn sem mjög vel út. Villa þarna. Frábær keisla upp á körfu. Söðum, alveg einstaklega góður á keislinu upp á körfunni. Já. Flæktist hann í boltanum sér átt eftir leðuppið og algjört ógulega verk. Hægðir að leiknum ykkar síður og menn er að passa sig á því. Smá tiltal á dómarunum. Aðeins svona, en langur þrýstur í Hákonni. Nei, loftur. Það er loftbolti svo kallaður. Hákon er alls ekki óhræddur, hann er bara, kemur alveg tilbúin í byrjunarlið. Þetta þýðir yfir þetta næsti bolti er onni, sko. Það er bara þannig. Skipting. Önnur skipting. Það er Breki sem að kemur inn á það ekki. Jú. Breki kemur inn á fyrir Kristján. Það er nýleikmaður sem að Haukar hafa fengið frá Breiðablik. Hefur staðið svo vel, hefur vantað kannski aðeins meiri stöðuleika í sókninni, en hann er vantilega ungur og er að læra. Enn og aftur sér hann með gott ræði upp á körfu. En eitthvað snirtilóni. Strákur, ég kannast aðeins við, en ég þjálfaði hans á Breiðablik og Haukur, kom Haukur við boltan. Það er spurning. Ég held að Kristján. Já, þetta er strákur sem byrjaði ekki að æfa fyrir í níunda flokki. Byrjaði mjög seint að æfa og hefur svona, eins og segið, það vantar svona smá grunni hjá honum. Já. En hann hefur tekið rosa framförum núna í vetur, hef ég séð, og sérstaklega varnarlega sem sýnir núna. Já, þetta er bara mjög gott hjá hann. Finnur, flott vörn hjá íringunum. Það er varinn bolti í einu sinni. Matthew, flotta vörn á það. Fín vörn í Haugum líka. Svona er þetta bara. Sérot stelur boltanum. Hvað gerist þarna? Hann klárar þetta alltaf. Það er rosalega traustur í þessum leiðum. Heldur betur. Það keist upp á körfu. Ég held að sé að hann að biðja svolítið villurna líka. Hann er ekki alveg sáttur við að... Nei. Ég er hérna að hlaupa á sennilega ólega skrín eða hvað. Nei, þetta er vill að prega. Hann hélt þeim. Ég er hérna að vera að hlaupa gamla góða flexið. Já, mér sýnir það. Mikið af skrínum og boltahindrunum frá boltanum. Já. Þetta þarf ekki að vera flókið. Snýst það að gefa boltan á fría mannin og leita fría skotinu. Þá þarf hann að hefa sér svolítið í takt og þetta er þetta liðseldin sem vinnur. Sveinbjörn, fín vörn í Haugum. Það er að loka á það núna. William. Flott crossover. Hittir ekki. Sér með rákastið. Nú verður Haukarnir að keða á. Rauðningur. Ég held að þetta sé alveg hárrétt. Mér finnst þetta rosalega góð vörn hjá honum Mattiasi. Nei, það var Vilhjálmur. Vilhjálmur fyrirgefðu. Mattiasi veikur. Og hérna... Er þetta Vilhjálmur 2 á Vilhjálmur 2. Vilhjálmur 2 og Sérot. Hann fær sér vantilega sæti á bekknum. Og í staðinn þá kemur Emil Barja. Og sömulegis skiptingar hjá IR. Inn á kom Daði Berg fyrir Hákon sýndist mér. Já. Og núna er leikmaður nr. 14 Sæþór Elmar að koma inn á fyrir Vilhjálm. Spurning hvort að takja svolítið af Sérot að vera að taka boltan upp en hann er svona sjálfsögur getur hann það, gerir það vel. Já, Emil mun ekki hvíla mikið sko. Nei, þetta er ekki langur tími sem að klukkan fór í gang. Þetta er ekki langur tími sem að þarf að sjá þetta hlutverk. Alls ekki. Daði og Sveinbjörn stjórnaði þessu hérna. Hjálmar að Daða, Sæþór. William, gerir upp hverju, flott vörn hjá Finn þarna, lokaði vel á hann. Flott rákast í Haugum. Mjög góð baráttu í Haugunum. Svona fín vörn núna setni í hlutan af leiknum. Góð tilraun hjá Matthew. Hunter. Kallaði William á hann, Matthew Hunter. Og Emil Hjálmar setur upp. 3 sekundur, 2. Og Villa. Þetta slapp vel. Emil nær villunni og fer væntanlega á. Já, hann fer á línuna. Tekur 2 skot. Þetta var frábær sóknarfrákast og skottilraun í liðinni.
náði hann að svo góðu extensioni á líkamann og náði skottilurinn. Hann setur sjálfsög honi. Haukarnir að ná hérna, þeir eru konum við 13 stig á fórskot og geta aukið munur upp í 14 stig. Emil. Já. Steinleifur, flottur, fyrsti leikluti í Haukunum. Já, það er mikið skor, 29 hjá Haukunum, en ekki nema 15 hjá IR. Já. Mjög ásættanlegt fyrir Haukana að IR-ingar sér við skoruna var 15 stig, þannig að samanskapið mjög ekki nógu gott fyrir IR-inga að skora hans 15 stig í einu leikluta. Það er mjög lítið. Þeir sakna sinna manna alveg augljóslega og þetta eru svona tveir leikmenn sem þeir ætlu í byrjun árs að treysta á hvað varða bæði vörn og skorun og þá vantar núna, þannig að það er augljóst að þeirra leik að þeir sakna þess að taka. Það er ekki spurning. Mattías er með 17 stig að meðaltali leik og er með 14,8 í framlag sem er náttúrulega alveg frábært hjá honum. Þannig að það munar Mattías Orra. Já, algjörlega og bara fyrir utan kannski það sem að skorar og tekur á hrákustum, það vantar náttúrulega bara leikstjórnuna líka. Já. Sem að náttúrulega skiptir gríðarlegu máli að hafa sterkan leiðtoga inn á vellinu. Akkurat. Þannig að það lítur vel út fyrir Haukana og þeir eiga að geta nýtt þetta forskot með því að menn bara halda áfram að sækja á þá. Hjalti, Sæþór, fín vörn finn þarna, hittir ekki. Hver næði boltanum? Daði, nú þarf Haukarnir ekki að brjóta, standa af steig út af. Flott vörn hjá Emil og Hjálmari. Ekkert að vera að slá, stóðu stórir fyrir honum og lokuð á hann. Þetta var bara alveg nákvæmlega eins og okkur var kennt, eða ekki Davíð? Jú. Ekki vera að slá í boltan, nota fætur. Haukur þristur. Hittir! Já. Hvað gerist þarna? Sáu þetta? Þeir hlupu saman, fengu haus í haus. Já. Emil og Kristinn Marinós. Já, mér sýndist það. Já, þeir eru báðir eitthvað svona eitthvað farið. Rákust aðeins saman, ekki mikið að þar. Nei. Þeir halda áfram. Haukarnir byrjuðu sterkt, þristur. 32-15. Byrjaði að auka munin. Já, mjög sterkt. Meirinn helmingsmunur Marinósson. Þessi tvö lið. Finnur Sæþór, flott hreyfing hjá honum. Frábær hreyfing. Og laði þetta vel niður á meðan Haukarnir sátu svolítið eftir. Já. Hjálmar setur upp. Einfalt skrín. Spurning hvort þetta verði svipað og í fyrra þegar Haukar og IR mættust inn í Seljaskóla, þar sem að Haukar unni með einhverjum 40 stigum eða eitthvað svoleiðis. Hjálmar hittir ekki þryggjastaða, en það er strax komið 15 stiga munur í öðrum leikluta og spurning hvernig Haukarnir haldið þessu áfram svona. Hjalti, sterkur á blokkinni, flott vörn hjá Haukum. Emil með frákastið, Breki að spila fína vörn þarna, lokaði vel á hann. Það var fín vörn, en þetta gera kannski aðeins betur og glæsileg spilamennska af layupið sem að Emil með frábæra sendingu og hann á Hjálmar, en Hjálmar er að klúðra ennum layupinu í þessum leik. Hjalti og Sveinbjörn, þriggjastiga skot. Beint honi, frábær skrín hann hjá honum Hjalti? Já, Hjalta og Sveinbjörn setur hann snirtilega niður. Þetta getur hann. Finnur. Það má segja að Sveinbjörn sé kannski þessi eini sanni skorari hjá IR eftir ætla ég að segja, en frábær hreyfing hjá honum Hauk. Gott backdoor cut. Já, og vel gert að finna hann og sjá hann. Skipting Haukum. Kristján kemur inn fyrir Finn og Sjarot á að skipta væntanlega við Hauk, hann er á línunni. Haukarnir á 2 víti. Haukur á línunni. 12 stiga munur, 32-20. Vítur við, já, hann á 2 víti. Ja, 2 víti. Menn tilbúinir til að skáta. Setti sniðskoti Jóni, en fyrir á línuna. Svolítið þröngt, en hann fær 2 í staðinn og hann setur við bæði Jóni vantarlega. Nei, hann missir setna. Daði kemur boltan. Hjalti. Finnur Sæþór og
Bottan ganga vel. Fín Já, vörn. þetta Nei, allt á höfum. Og sniðskot. En eitt sniðskoti. Já, þetta er rétt. Og réttilega dæmt villa á Emil Barja. vantarlega. Emil Barja að fá sína aðra villu. Það er í lagi. Já, Matthew Hunter missir sniðskot, skulum við segja. En frákastin aftur að brotið á honum. Hvað, 5. 7. Ég held að. bara sniðskoti beint undir körfunni sem mennur ekki hitt úr. Nei. Og Sveinbjörn hittir ekki. Emil með gott. Tippar hún til Hjálmars. En eiga að gera betur á þessu leveli. Já. Breki. Flott hreyfing hjá Breka. Átti bara að klára þetta. Kristján, hann fyrir til að klára. Hittir ekki, sér út með frákastinu. Og klárar þetta. Flott baráttu haugunum. 3 sóknarfrákvöst, skila körfu. Sheriffinn, hann klárar þetta. Tekur frákast og setur hún í á meðan. Hjálmar flotti vörn núna. Emil, mátt ekki öllu. Nei. En eitt sniðskoti, hvað gerist? Og enn eitt. Og aftur. Nei, haugarnir var að hitta frákust. Það var ekki nógu góð varnarvinni á haugunum. En Matthew Hunter klikkar á 3 í röð. Já, Óli Skrín. Nei, dæmt á Hjálmar. Dæmt á Hjálmar. Kristinn Óskarsson dæmir á Hjálmar. Rítarinn ekki að horfa á dómarann. Það er þetta fræga augnsamband sem er mikilvægt. Millir dómar og rítara líka, alveg svo leikmanna. Já. Breki og Hjalti að kljást þarna inni. Flott barátta. Skemmtileg barátta þarna. Ungi maðurinn er að hangi honum. Daði. Gerir þetta vel. Hittir ekki. En Hjalti er að sýna reynsluna. Nei, enn eitt sóknarfrákusti. Og erum við alveg henni. Þetta er hvað? 4., 5. sóknarfrákusti sem við taka í röðununa. Ég hef þetta sé allavega, ætli það ekki verið 5. skoti sem fá þessari sókn? Jó. Ég held það. Sýnist það. Tók hann ekki 3 undir körfuna áðan allavega? 3 undir körfuna áðan og Fín vörn í haugum núna. Daði. 2 stiga skot, langur tvistur. Þeir hlaut að fara að koma að því með þau. Já, þetta getur bara enda við körfu. Kemur Emil boltan. Ég er hérna að pressa vel á haugana. Emil. Nei, þetta má. Þetta er bara fömbul, ekki? Jú. Þetta var ekkert. Hjálmar keyrir endalínu. Frábært, bara mjög gott. Finnur Kristján. Já, villa. Annað. Hunter að fá sína fyrstu villu. Flott spil á haugunum. Kristján lungir undir körfunni. Já, mér finnst eins og haugarnir geta alltaf fengið nokkuð auðvelt sniðskotið. Það er bara að setja ofan í. Það má kannski segja það sama með Íringarna. Þeir eru að fá bæðilega að fá frí skot undir körfu. Já, menn eru að missa svolítið mennina fram úr sér. Þeir eru svolítið að missa. Kristján, hörur úr línunni. Hvað gerist núna? Ennþá 15 stiga munur. Íringar komið um boltan. Sveinbjörn. Hjalti. Finnar Hunter. Rosalega flott hreyfing hjá honum. Frábær hreyfing hjá Matthew Hunter. Emil er líka komin í vandræði, hann er með 2 villur. Skildi 2 eftir. Emil má ekki vera að fá villur núna í þessum leikluta. Sherrod driblar mikið. Finnur Hjálmar. Sveinbjörn klassavörn hjá fullorðnamarinum. Já. Breki. Flott hreyfing hjá strákunum. Hjálmar mjög skynsamur hann hreyfði sig án bolta og köttaði upp á körfu þegar hann sá Breka keyra. Það var vel gert. Þetta er það sem að mjög marga leikmenn vantar. Það er að halda áfram hreyfingunni eftir að einhver annar keyrir upp á körfu. Alveg hjartalega samálaðir þarna Davíð og líka það er greinilega kemistri í liðinu hjá haugunum. Þeir vita nákvæmlega að þetta er að fara að gerast. Já, nákvæmlega. Og það skiptir svo miklu máli. Sæþór hittir langur tvistur. Bara 2? Já. Ok. Það getur ekki fá mikið að stoppum í öðrum leikluta. Ég er næstu búin að skora núna jafn mikið á 5 mínútum eins og þau gerðu á 10 mínútum í síðasta leikluta. 2 menn að póstu, það bóðar yfirleitt ekki gott. Nei, þeir eru svona að flækja. Sér út, sækir á körfunni, Finnur Breka. Býtum við villa á. Þetta er villa. Ég held að þetta var sóknarvillu. Sóknarvilla. Emil. Þetta er þá 3. villan á Emil, er þetta Emil? Já, þetta er 3. villan á Emil. 3. villan á Emil og það er... Ég veit ekki alveg hvernig menn fá villu þegar þetta í gólfið, en alltaf leið. Emil er mjög svona, hvað að segja, lúmskur. Hann hangir mikið í mönnum og heldur þeim
og hérna lætur vel finna fyrir sér þegar hann heldur að dómararnir sjá ekki til. Og Kristinn veit að hann hefur örugglega verið að fylgjast vel með honum hérna. Stigastu menn svona með við býðum. Þetta er nokkuð jafnt hjá báðum liðum. Sherrod með 12 fyrir Hauka. Haukur 9 og Kristján 8. Hjá IR er Hunter með 8. Sveinbjörn 5 og Sæþór 5. Hann er reynda bara 2 villu skráðar á Emil. Já. Á skjánum. Ég veit ekki hvað hann var kannski... Já, en á statinu. Hann er sennilega bara verið með eina villu. Sennilega, já. Sjá það skipting. Sveinbjörn kemur út af og inn á er Vilhjálmur að koma. Vilhjálmur kemur inn á. Önurinn 12 stig, þeir eru búin að minnka þetta úr 15. Það var mest 15 stig, var það ekki? Eða 16? 15 eða 16, jú. 15 stig sennilega, eða 16. Þeir geta minnka munin ennþá frekar núna. Það er á körfu núna. Haukarnir verða að spila vörn. Það er ekki búin að góða vörn í öðru leikluta. Menn hafa aðeins slakað á. Hjalti, Finnur Hunter. Sæþór. Kristján skiptir vel á það. Daði. Fín vörn núna í Haukunum, þetta er miklu betra. Ég er ekkert frekar hikandi og... Vilhjálmur á með Hauk. Ekki alveg hvað er að gera. Á Haukarnir, flott vörn núna. Það var það sem við vildum. Mjög góð vörn. Sherrod kemur á bolta þá. Nú stjórnar hann í fjárveru Emils. Breki. Fínt hjá Breka. Finnur Sherrod. Skotið á honum. Hittir ekki. Vel gert Breki. Sækir hann Haukur Óskarsson. Þristur. Þriðji þristurinn hjá Hauki Óskarssoni. Þetta verðist vera leikurinn hans Hauks í kvöld. Þegar hann byrjar, þá er oft erfitt að hemja hann, sko. Sæþór. Finnur Hjalta. Haukur. Já. Villa. Fín hjálpavörðan hjá honum. Svolítið ungæðislegt að það, þessi Villa. Smá gretta í þessu. Sá þarna boltan. Það er þessi sláttur sem við vitum að er ekki vanlegur til árangurs. Og sjá, Finnur kemur inn á fyrir Breka. Haukarnir búin að rúla vel. Bekknum. Hjalti gerir, hittir ekki fyrir það. Kannski minna fólk á það að núna klukkan, er það ekki klukkan 8, að þá er leikur Þór Þorlákssonar og Stjörnunnar. 2 af efstu liðunum í deildinni er að mætast. Þó Þorláksson nýkomnir úr því að vinna KR-ingana. Og Stjarnan náttúrulega ennþá tablausir. Já, þetta er hörkuleikur. Sýndur náttúrulega beint á sportið ekki. Já, Karol góð. Jó, hann er sýndur beint. Fínt að eyða föstudagskvöldið og horfa á 2 leiki í einu. Já. Vel hægt að gera þannig. Kristján, fín vörn á Hjalta. Hann er með erfitt skot og hittir ekki. Haukarnir að keyra á þá. Sherrod. Hann er snöggur upp öllin. Hann er rosalega snöggur upp öllin. Kristján, Haukur. Klárar þetta. Vel gert. Haukarnir að sækja frákvösti núna. Það er náttúrulega frábært að sjá þetta þó að fyrsta sniðskotið það klikkar hann hjá Sherrod. Þá eru 2 komnir í sóknarfrákvöstin og Kristjánar fyrsta sóknarfrákvöstin klikkar líka á sniðskotið eins og Haukur líka og hann setur nonni og fari villu að auki. Það er þessi barátta sem maður vil sjá náttúrulega hjá liðum sem maður heldur með og það sem við höldum með Haukum, þá er þetta einstaklega ánægilegt. Einstaklega ánægilegt. Það segir vist einhvers staðar að þeir fiska sem róa og það, Haukarnir að sína það svolítið núna. Já. Og við förum aðeins yfir tölfræðina. Þá eru Haukarnir með 48% skotnýtingu og Íringarnir eru með 34%. Og þarna liggur kannski helsti munurinn. Í 2 stiga er þetta 48%, en í 3 stiga er þetta 50% á Haukunum. En í 3 stiga er þetta 55% á Íringunum, þannig að þeir eru með ágætis nýtingu í 3 stiga. Það eru 2 stiga skotin sem er að klikka hjá... 5 af 20 það. Já, 5 af 20 í 2 stiga. Þannig að það er ekki nógu gott. Og í sóknarfrákvæmstöðuna tiltölulega jafnt, það er 19 á móti 17, Haukum mjög vel. Og stóðsendingar 11-10. Þetta
Þetta nokkuð jafnt. Og 7 stolnir boltar hjá Haukunum. Já, það var stolnir boltarnir og nýtingin sem verður að skapa þennan núna hvað 18 stiga mun. Haukur geti komið þessi upp í 19 stig. Já, 10 tapaða boltar á ír. Það er allt of mikið. Já. Það er svo fljótt að gera. Á 50 mínútu þá hefðu íringar geta komið þessi í 10 stig. 1,5 mínútu síðar þá voru Haukarnir konur undir 19. Þetta er 19 stiga mun. Þetta er vendipunkturinn í leiknum grilla. Vonum það. Allavega hingað til. Hunter og hann á Ólefsgrín. Ísak Erdir ákveðinn. Já. Dæmir sóknarvillu. Tekur af allan vafa. Einmitt mikil umræðum hann hérna í vikunni eftir bikarleik IR og Grindavíkur og Stjörnunar í síðustu viku. Já, þar sem að hann átti að hafa mist af þegar þeir stigu út af. Frægt fótspor í Grindavík. Það gera allir mistök. Kristján upp á körfunni, glæsileg hreyfing. Þessi strákur að koma alveg sérstaklega sterkur inn. Gríðarlega sterkur inn. Alveg bara bæði sóknarlega og varnarlega og fráköst og er að setja þessa bolta ofan. Setur upp góðar hindranir, hann með grunninn alveg á hreinu. Sveinbjörn Klasen. Sveinbjörn Klasen að halda heiðri íringa uppi. Ég hef mitt rætti við einn þjálfari í úrvalsdeildinni í sumar. Hitti á förnum vegi. Sérot hittir ekki þennan bolta í Haukar. Hvað gerist núna fyrir Sérot? Hann veitist ekki aðeins hann inn hérna. En hann held ég að Haukarnir á átt. En já, ég hitti meistaraflokksþjálfara sem að þjálfa annar lið í úrvalsdeildinni sem ekki nefnir upp. Þá vorum við einmitt að ræða þetta og ég vildi meina það að það væri rosalega sterkt fyrir Haukar að fá inn Kristján. Og hann hafði ekki mikla trú á því að hann myndi skipta miklu máli í vetur. En hann sagði að þetta væri mikilvægur vetur fyrir hann fyrir kannski næstu ár. En hann hefur komið miklu sterkar inn heldur en menn bjuggust við. Og hefur komið með alveg sérstaklega mikilvæg stig og frákost fyrir Haukana. Sveinbjörn, hann er sjóðandi heitur. Já, hann er sjóðandi heitur og það er hann sem er að sjá að skora fyrir íringana. Það er í rauninni engin annar sem er að taka skarið. Og þá er náttúrulega bara reynslubankinn og reynslan sem hann stígur hann upp og hann er komið með 10 stig. Það er 10 stig. Emil þristur. Emil svarar. Við erum búin að ná að svara öllu sem að íringarnir hafa gert eins og þeir komið svona stíðin í 10 stig. Þá var því svarað beint aftur og núna koma nokkur stig frá Sveinbirni í röð og Haukarnir svara alltaf leið. Vilja nú mótið Hauk. Þannig er Haukur ekki sterkur. Þetta er ekki hans sterkasta lið að verjast mönnum á blokkinni. Nei. En ef við höldum aðeins áfram með Kristján þá ætla ég tek alveg undir það sem þú ert að segja og hann náttúrulega kemur inn sem er algjörlega óskrifað blað og sem er bara ágætt, hann er náttúrulega engin press á honum og hann er náttúrulega bara að gera sitt besta og það er heldur betur mjög gott og meira en það. Vilhjálmur setti bæði, Haukar skipta. Breki kemur inn fyrir Hjálmar. Emil er að pressa. Þeir mæta Haukunum mjög framalega. Þetta er eitthvað sem að Borsi er mjög hrifinn af. Hann lætur alltaf sín lið mæta mjög framalega, pressa á bakverðina. Maður og mann pressa allan völl. Haukarnir ekki að tengjast. Og það er alveg sama hvað Borsi þarf, hvort það séu litli krakkar eða meistaraflokksmenn, að hann heldur sínu hugmyndafræði gangandi. Já, þetta er enda fín aðferð. Fín aðferð. Og hann lætur menn að Haukur það redda þessu fyrir okkur en ekki. Sveinbjörn, Hjalta. Hittir ekki. Haukarnir sækja framstig. Hann er Hjalti ekki að hitta. Nei, hann hefur ekki verið að hitta vel í þessu leik. Nei. Byrjaði ágætlega. Emil, Barja, finnur Hauk, Haukur með þrist, hittir ekki. Hunter, keiraður upp völlinn, vel gert hjá, Emil náði ekki boltanum. Hjalti, Sæþór, fín sending, Haukarnir spila fína vörn. Þessar löngu hendur geta verið svolítið varasamar. Það eru varasamar. Írarnir er líka oft á fljóti, það eru ekkert að ekki nógu skynsamir. Nei. Sveinbjörn, Stalónum á honum. Var krækja þarna en hittir ekki. Emil Barja sækir boltan. Nú voru Haukarnir skynsamir, fá síðasta skot á Haukur, nei, Emil veit hann. Nei, hann fer alla leið. Nei.
Jæja, þeir ætla að fá síðasta skot, en það er líka hárrétt. Bara hárrétt. Hárrétt, fá síðasta skot. Nánast engin munur á skotklukku og Hauk. leikklukku. Haukur með 3 stiga skot. Og hver er framkastinu? Það sér þeir og setur hann á því. Aftur. Sherrod setur hann á því og er með sitt 16. stig í hálfleiknum. Frábær leikur hjá honum. Hann er komið, 16 stig og tekið nokkuð fráköst og er með 4 stóðsendingar. Þetta er hörku leikur hjá honum, fyrsti heimaleikurinn hans. Mjög góð tölur á Sherrod og ég held að Haukarnir hafi verið mjög heppnir að fá hann sem í staðinn fyrir Aron Brán. Já, hann var ekki að gera sig. Hann var ekki að gera sitt, hvorki sóknarlega niður varnarlega. Kannski gerir fá mistök en menn náttúrulega gerir ekki mistök, þeir gerir ekki neitt. Það er nú bara þannig. Já. Það er stórkostlegur munur á Haukaliðinu núna og sérstaklega líka fylgjast með þau núna frá leiknum á móti Þór Akureyri. Akkurat. Það sem var fyrsti leikurinn hjá Sherrod og menn voru einfallega bara ekki tilbúnir með hann innan liðsins. Nei. Og hann var ekki að hitta og menn voru að leita mikið á honum. Já. En svo kom hann til í seinni hálfleik og Haukarnir áttu mjög fínan seinni hálfleik á móti Þór þó þau hafi tapað svo í framlengingunni. En þetta er mikil og góð framför hjá Haukaliðinu milli síðustu 2 leikja og hérna í deildinni og við erum komin með eitthvað 20 stiga fórustu næstu í hálfleik sem er mjög gott. Þetta lítur mjög vel út hjá Haukunum núna í hálfleik og lítur vel út með seinni hálfleikinn. Þannig að við getum takað bara smá hlið og tökum smá hlið og komum aftur eftir nokkrar mínútur. Glæsilegt.